Loftslagsmál eru gríðarlega mikilvæg mál í heiminum í dag. Þetta hefur gríðarlega áhrif á umhverfi og þróun vistkerfa náttúrunnar alls á jörðinni, en líka heilsu og heilbrigði alla jarðarbúa til næstu áratuga. Og að fá þessa viðurkenningu, umhverfisviðurkenningu Reykjavíkurborgar og festu, sýnir okkar að við erum á réttri leið. Landspítali er eitt stærsti vinnustaður landsins og við höfum í starfsemi okkar gríðarleg umhverfisáhrif. Það er okkar samfélagslega ábyrgð að vinna að því að minnka þessi neikvæðu umhverfisáhrif sem við höfum í starfseminni, og við höfum verið að vinna markvisst að því nú í 8 ár. Og það er gaman að segja frá því að þetta starf hófst í raun og veru að frumkvæði starfsfólk sem kom til forstjóra með hugmyndir og hvatningu að við yrðum nú að fara að gera eitthvað í þessum málum. Þannig að hann setti þetta alltaf að stað. Það er æðislegt að hafa fengið loftslagsviðurkenningu Festu og Reykjavíkurborgar, því að það er svolítið uppskera fyrir okkur hérna á Landspítalanum. Við settum okkur afar metnaðarfull markmið 2015 40% samdrátt í okkar losun, og við sjáum það í bráðabirgðatölum að við ætlum að ná því. Við vorum náttúrulega dálítið djörf að setja okkur 40% markmið, og ég segja bara fyrir mig persónlega, ég sagði að það var æðislegt að ná 30 eða 20, en að setja sér 40, það setur líka stefnuna þangað sem maður ætla sér. En auðvitað voru þau voru raunhæf ef við hefðum gert allt sem við gátum, sem við svo gerðum. Og það náttúrulega munar mjög miklu uppsetningu á glæðalofteyðingarbúnaði, og við hættum notkun á olíukatli, gömlu skrýmsli, og svo höfum við verið að virkja starfsfólk okkar, og það eru vistvænarsamgöngur, bæði að byggja upp aðstöðu, við höfum verið með deililausnir, við höfum verið með alveg frábært átak með strætó, þar sem að starfsmönnum bjóðast ennþá að kaupa árskort á tæpa 30.000 krónur, sem er frábært tilboð, og það sýndi sig líka að starfsmenn tóku því mjög vel, og það er enn í gangi. Við höfum svona hægt og hljótt verið bæði að vinna þessu sem gerist bak við tjöldin, en líka þetta að virkja okkar starfsmannahóp sem er tilbúin til að taka þátt í verkefnum. Við finnum það svo vel, og þannig að þetta er í rauninni bara uppskeruverðlaun fyrir allt okkar lið. Ekki vera of hræddur við það að setja sér markmið. Þetta er tímaspursmál og þetta skiptir ótrúlegu máli, en þetta er líka bara góður rekstur, þetta er líka starfsmannamál, þetta er líka framtíðin, þannig að þetta er svo margt sem vinst með því að setja sér markmið. Loftslagsviðurkenning Festu, hún er veitt í 4. sinn, og hún er náttúrulega veitt til þess að sýna öðrum hvað aðrir er að gera vel, en það var sérstaklega tekið fram í umsögn dómnefndar að það hafa aldrei fleiri sótt og það er ekki nóg bara að segjast ætla að gera eitthvað, heldur að sýna árangur, og þessar tölur sem við erum að sýna eru einmitt það. Þannig að þetta er ekki bara að við erum með eitthvað sem lítur svo vel út, heldur við erum búin að vera að leggja á okkur, og það er einmitt það sem við viljum, vegna þess að við erum alltaf stóri í þessu litla samfélagi og við höfum áhrif á svo margan hátt, en við segjum líka að það þekki allir okkar stöðu, allir þurfa að leggjast á árarnar, því að þetta er bara tímaspursmál, og þetta er náttúrulega líka stendur okkur nærri sem heilsustofnun. Hvatning fyrir okkur að halda áfram á þessari braut. Hvatning fyrir allt starfsfólk að halda áfram og koma með frábæru hugmyndir og sýna svona mikinn áhuga eins og raun ber vitni. Hvatning fyrir framkvæmdaraðilan okkar að vinna áfram að því að koma hlutum í framkvæmd. Hvatning fyrir stjórnendur að styðja áfram að þessu starfi, og í raun hvatning fyrir samfélagið allt til að sýna hvað hægt er að gera með samtakamætti, með góðum hugmyndum, með lausnamiðri nálgun, að hvað hægt er að gera margt, og með því þá bætum við í raun bæði umhverfi og heilsu þjóðarinnar og heimsins.